Já, Kári, þú ert hérna komin sem fulltrúi Vestmannaeyjahlaups sem var valið götuhlaup ársins 2016. Nú hefur þú hlaupið þetta hlaup, öll skiptin eða mjög oft allavega? Já, öll skiptin. Já, og hvað viltu segja okkur þetta hlaup? Þetta var stórskemmtilegt hlaup í bara stórbrotinni náttúrufegurð, mjög flott umgjörð. Ég svo sem kannski ekkert mikið endilega verið að spá í umgjörðina. Það svona aðalega bara stemmingin sem í Vestmannaeyjum og manni finnst þetta hlaup svona haldið einhvern veginn á réttum forsendum og mikill metnaður fyrir þessu hlaupi og svona bara einhvern veginn kærleikur í kringum þetta hlaupi. Ég veit ekki alveg hvernig maður útskýra það en maður einhvern veginn bara líður mjög vel þarna. Gaman að taka þátt. En það kannski bara partur af því að hlaupið alltaf ofarlega í kosningu hlaupara. Þú svona kemur inn á þessu stemningu og svona einhvern veginn, það eitthvað svona sem maður skynjar og það er kannski það sem hjálpa til við að gefa þessu hlaupi góða einkunn. Þú talar stórbrotna náttúru, hlaupa leiðin sjálf, hún frekar krefjandi samt það ekki? Jú, hún það. Ég myndi að segja að þetta væri jafnvel erfiðasta hálfmaraþonið á götu á landinu. Og þetta svona listilega vel gert, þetta náttúrulega ekki stórt landsvæði sem það að spila með, þannig að maður svona þræðir hérna ýmsu króka og kima á eyjunni en mikið af brekkum og maður fær að sjá mikið og gott útsýni og bara nokkuð skemmtileg hlaupaleið. Hefur veðrið ekki bara verið nokkuð bara gott þannig séð í hlaupunum? Svona mér tekið eftir því að það hefur alltaf verið svona þokkalegt veður, hefur ekki gott? Já, jú, við hefur verið mjög heppin. Þetta náttúrulega orðið svolítið happdrætti þegar komið fram í september og náttúrulega getur verið aðeins hvasst þarna en síðust ár hefur verið alveg frábært. Já, og það stendur til bara að halda hlaup í ár eins og vanalega, kannski ennþá bara stærra og betra, ekki satt? Jú, það held ég, hljóta að vera sko. Já. Á þess að svona taka neitt heiður sjálfur eða vita nákvæmlega það, þá held ég að hljóta að vera, mikill metnaður hjá þeim. Já, frábært. Takk fyrir þetta, Kári. Takk svo leiðis.